Já, ein af svona mörgum ráðgátum í Íslandssögunni hvað varð fólkið sem að flutti til Grænlands. Þar var byggð norrænna manna öldum saman en hún hvarf og í sjálfu sér veit enginn út af hverju. Sú byggð brotnaði niður eða var brotin niður. Valur Gunnarsson, sagnfræðingur, hann hefur skrifað þetta, Grænland og fólkið sem hvarf. Ertu að leysa gátuna í þessu? Já, ég svona tel mig vera að því. Eða minnstu kosti setja fram kenningu og flestar af þessum kenningum náttúrulega sjálfur sér óhrekjanlegar. En ég með ákveðna pælingu þarna. En sko stóra myndin í sjálfur sér alveg skýr að það fór kólnandi. Þegar að norræni menn fyrst settist þarna árið 985, það segir, þá var miklu hlýrra. Já, eins og við þekkjum af Íslandssögunni. Já, það var sannlega ástæðan fyrir því að menn voru að koma sér fyrir á löndum eins og Færeyjum og Íslandi og Grænlandi af því að það bara var hlýrra heldur en það hafði verið. Það hefði ekki verið mögulegt áður. Og það Grænland heiti Grænland sem þetta lýst sem svona sölutrykki í sögunum, en það var kannski að því til réttnefni að það var miklu grænnaðar heldur en var síðar. Og en hvað gerir síðan þegar þessar eyjar sem voru óbyggðar áður þurfa kólnar aftur og það fór svo að byggðin í Grænlandi lagðist af en á Íslandi ekki. Við höfðum það. Við löfðum. Já, þrátt fyrir það að þessi samtímabil 15. öldin alveg mikið skelfingar tímabil á Íslandi líka. Það svartið dauði sem drepur mögulega annarkvotn mann. Það eru minni samskipti við Grænland og Noreg og það eru jú hafís og kuldatíð en við höfðum það af en norrænu grænlendingarnir ekki og þetta ein spurningin hver var munurinn. Já. En ef við förum í upphafi að þá var fólk sem að flutti til Grænlands á 10. öld, eða ekki? Jú. Svo seint á 10. öld. 985 segir það. Já. Og byggði þarna upp samfélag sem að stóð ágætlega. Það voru miklar auðlindir í Grænlandi. Já. Það voru ýmsar sagnir og kenningar til það að jafnvel Grænlands viðskiptin hafi verið svona forsenda og það sem renndi efnahagslegum styrk undir Íslendinga og voru þess valdandi að við gátum hér haldið upp í mikið sérstakri menningu. Já, ég veit ekki alveg endilega hversu mikið hæft í því. Það dregur svolítið athyglinna á því hvað það voru miklar auðlindir. Já, það sko eitt sem að bara veikur athygli fyrir þarna, það að til dæmis Hvalseyjarkirkjan sem stendur ennþá nánast, vantar bara þakið eða biskupssetri í Görðum sem var sumir samtíma heimildir segja að vera flottir en það í Neðarósum í Noregi, að þeir byggðu miklu betur heldur en við gerðum. Og hver ástæða þess að í mestalagi 5.000 grænlendingar byggðu miklu betur heldur en... Og byggðu úr hverju? Þeir byggðu úr steini, nefnilega. Það var ekki timbur þarna? Nei, það var ekki timbur. Þeir náttúrulega fundu Kanada og þeir gátu siglt yfir til Labrador og náðu timbur. En það var 6 vikna ferðalag sem tók náðu allt sumarið sem þurfti að nýta í annað. En timbur var jú vandamál. Það var svona vandamál hér líka en við grunni að Íslendingar hafi verið það snobbaðir að við byggðum okkar svona stóru kirkjur alltaf úr timbri. Og þess vegna engar af þeim til en þá þeir hafa brunnið eða hrunnið í jarðskjálftum. En grænlendingar byggðu úr stein sem nóg til af og sumar standa en aðra voru brotna niður bara þegar norrænu menn kom aftur á 19. öld og með sauði og nýttu kirkjurnar í að byggja hús og rifu þar. En þannig að það getur verið að Grænland hafi bara hreint verið ríkara. Það er með líka tilkenningar að það hefur einfaldlega verið meiri stéttaskiptingar sem hafi farið illa með þá að þeir hafi dreift auðlindunum illa og það að eins og stundum gerist. Það sem fámennur hópur setur sig upp við uppsprettu auðlindana og tekur sitt. Já, og hvernig við náttúrulega lítum á þessa sögu segir svolítið mikið okkar samtíma eða hvernig við lítum á hann. En þetta ein leiðin að það eru Eiríkur rauði fer þarna með
eftir að hafa verið fyrst reikin í burtu frá Íslandi, siglir hann vestur, finnur Grænland, kemur aftur til 3 ár og siglir á staðinn með 25 skip og segir öllum frá bara dásendum Grænlands og það sé gott að vera. Og það er erfið tíð á Íslandi. Og ekki að ljúga neinu? Nei, það verður ekki vera. Það er 25 skip fara en aðeins 14 komast alla leið. Þannig að það sé nú samt hvað þetta voru erfiða siglingar meira sér undir góðum skilurðum þannig. Og farast þá í hafi eða? Já, ég held að það sé nú bara líst þannig að sum fórust önnur snýru aftur en allavega komist ekki náma 14 og þá komu menn sér sannlega fyrir og stýriðu allt eftir sjálfum sér. Það er Eiríksfjörður og Herjólfsnes og Egilsfjörður og svona, þú veist. Eins og landnemar fá að gera. Já, og kasta eign sinni á þetta og síðan er einhver dæmi að menn hafi komið seinna og þá fengið land. Það var engin byggð þarna? Nei. Ínútandi voru varla komnir til Túle á þessum tíma? Nei. Það er kannski gleymistundum að það höfðu verið svo kallar sakkak fólk mörgum öldum áður sem er minjar eftir en það bjó engin annar á Suður-Grænlandi á þessum tíma og það var svo kallar Dorset fólk sem var á Norður-Grænlandi en síðan kemur annar hópur á 13. öld yfir sundið frá Kanada. Þannig að í 2 aldir allavega þá eru norræni menn á Grænlandi og rekast ekki á neinn frumbyggja. Nei, ekki nema þeirri sigla yfir til Vínlands. Það er náttúrulega annan land. Þannig að norræni menn ættu sömu kröfum að vera frumbyggjar Grænlands eins og Ínútar í dag ef þeir hefðu lifað þetta af. Ef þeir hefðu lifað þetta af, já. Þeir náttúrulega kölluðu þessi grænlendinga á sín tíma en við getum ekki notast af það núna því að grænlendingar eru jú afkomendur Túle fólksins sem að kom seinna. Það er byggð þarna á það sem er Brattahlíð og þar í kring sem er í dag svona það sem er flest fólk sem býr í Grænlandi ekki? Nei, það var sko eystri byggð sem Brattahlíð það er við Narsarsuaq sem er flugvöllur. Hérna megin, já. Það er syðst sko en mjög sunnlítur síðan þetta er ekki eystri byggð, þetta er bæði á vesturströndinni, eða ekki? Jú, bæði á vesturströndinni. Eystri ströndin er svona sunnar en hinn byggðin er það sem er mest byggður núna í dag. Já, það er vestri byggð, það er það sem núna er núk. Já. Og síðan sækir fólk rostungstennur og nákvælshorn og fleira upp í Norðursetu sem er svona næstuði upp í Túle eða upp í Túle. En nú ekki alveg það land, en það er talsvert fyrir norðan. Það er einhver dæmi að menna að farið aðlata leiðin en Norðursetu er talsvert fyrir norðan hérna vestri byggð. Það hefur verið töluvert mál að fara þarna þannig að þetta bendir til þess að það hefur verið mikil verðmæti þangað að sækja. Já. Þetta er ekki auðveld veiðimennska eða ferðarlag að fara þangað og sækja. Nei. Bergsveit Birgisson og reykið þetta með það menn hafa fyrst farið með fram Noregsströndum og til að veiða rostung og eiginlega kálaðan þar og síðan hafa kannski tekið með nokkra áratugi að gera út af íslenska stofnin sem er mjög merkilegt því að mann finnst þessum menn hljóta að hafa svona séð að þeir væru að ganga ánum dauðum en hafa kannski bara ákveðið að vera undan hinum til að ná í þá síðustu. Já, ég gerir þetta ekki að gera það bara einhver annar. Þannig hefur það fólk sér oft. Þetta er kallað tragedy of the commons, sko, það sem er sameign, það er gengið illa alltaf því að það verður enginn ábröð því. En hefur nú ekki gengið svo sem vel, til dæmis eins og með kvótan okkar, að hafa þetta sem einkaeign, að það byggist ekki upp. Nei, það er náttúrulega kemur kannski veg fyrir gengluð skreip, en það er kannski líka annað dæmi að það er einhver sem kasta eign sinni á þetta frekar heldur en að en það döði ekki til Íslandi að þá bara drápa menn allt undan sér en í Grænlandi þá var alltaf nóg til að rostung það var aldrei hægt að ganga á honum dauðum en það var kannski erfitt að sækja hann og hann var mjög gríðarlega mikilvægur það er náttúrulega rostungstennurnar notaði að skera út það er húðin er notuð í reipi sem öll heldur upp í seglum einhver orðað þannig að rostungstennur væri svona plast þessa tíma það sem var hægt að nota það sem að væri eiginlega erfitt að nota járn og önnur efni eða timbur þetta hafi verið bara frábært byggingarefni eða þú veist svona hjarir og alls konar hluti sem þetta er notað þetta er ekki bara skraut þetta fólk var ekki að nota sem skraut þetta var Já, og einn kenning segir að þetta var rundar á þenn tíma þegar það er erfiðar að fá fílabein sem mest skraut frá Asíu. Það er nokkuð sem að sýnt fram á sko verðið hefur haldið sér. Þannig að það var meira bara... Þrátt fyrir samkeppni við fílabeinið. Já, þannig að það var meira bara
frambóðið sem að fór að láta á sjá og þá er spurningin hvað gerðist þar. Það fer saman og hefur oft verið talað að þessi tengslar á milli að þegar opnast leiðin yfir Sahara og fílabein frá Afríku streyma inn í Evrópu. Jú. Að þá það svipuðum tíma og byggðin í Grænlandi fer að hnigna og við sjáum það náttúrulega að ferðin yfir Sahara byggði upp auðlegð. Það eru mannst ekki þegar það átti að eyðileggja bókasöfnin í Mali fyrir einhverjum árum. Þetta voru bókasöfn sem voru skrifuð eiginlega á þessum tíma, það sem svona auðlegð Sahara viðskiptanna bjóð til svona styrk undir menningu sem að gata sér ritmenningu. Jú, en þú veist, það náttúrulega mikið sem gerist á þessum tíma og það er að benda á samlunum. Það er samt svo margt annað sem gerist. Aðalmarkaðurinn var Noregi, svona millistöð. En Noregur fer rosalega ill út á svartadauða á 14. öld. Hann fer bara með fram fjörðunum og drepur meira en annarkot mann þar. Og þannig að það gerir það verkum að það er minnkandi eftirspurn þar. Noregur kemst undir Danmerkur konung og þar af leiðandi Noregur ekki lengur að líta út á Atlantshaf heldur þetta veldi sem fyrst og fremst hverfast Eystrasalt og Hansakaupmenn og það bara eðli verslunar að breytast á öðru leiti heldur en bara með fílabeini en síðan er líka með grænlendingana sjálfa þeir hafa átt erfitt með að kannski nálgast rostumstörnum með sama hætti og áður og þá kannski kem ég að því að eitt af því sem ég legg til þarna er það að hagkerfi Grænlands hafi verið miklu samtvinnaðra og raunverulega sérhæfðara heldur en á Íslandi á sama tíma. Samtvinnara Evrópu. Það nú verið bent á það að þeir klæddu sig eins og Evrópumenn. Já, við kannski komum að því aðeins eftir með það er önnur kenning en það bendir til svona mikilvæg viðskipta. Já. Og grænlendingar hafa kannski verið bara miklu háðari viðskiptum heldur en Íslendingar sem útstöð Evrópu frekar heldur en sjálfstætt samfélag sem að gat staðið undir sjálfum sér. Já, sem að Ísland einhverju leyti frekar var af því að má vera að þessi sérhæfðari verslun hafi gefið af sér meiri auðlegð á Grænlandi en á sama tíma verður samfélagið miklu brothættara. Þetta eru kenningar sem hafa sett fram til talið svo þeirra viðskiptin rofna. Já, þá fer allt illa eins og til dæmis á 15. öld á Íslandi þegar svartidauði gengur yfir annar hvor maður deyr og sagnaritin leggst að einhverju leyti að fólk byrja að kveða rímur í staðinn næstu 100 árin eftir. Það eru 100 ár sem ekki einu svona annálur skrifaðar en eigi að síður þá er samfélagið mjög fljótt að jafna sig. Það er til saga af því að á Kirkjubæjarklaustri þá drápust allir nema 6 nunnur og þær kunni ekki að mjólka. En það er saga til næsta bæjar að það sé einhver sem kunni ekki að mjólka. Þannig að við virðist vera sem íslenskt samfélagsum tíma sé þannig að það eru allir sjálfseignarbændur eða sjálfsetta búskap og maður getur gengið í manns stað. Þannig að þegar að áföllin ganga yfir þá komumst við í gegnum það og hún myndi flytinn, maður stældur en skreið en farsóttir valda því að þeir sem eftir eru hafa það kannski jafnvel yfir betra? Já, það er reyndar ekki alveg víst að það hefur gerst á Íslandi þó að það hefur þetta gerst í Evrópu en ég minnir að svona reglur eins og vistaband og svona hafi verið sett í framhaldi af því til að passa upp á fólk færi nú ekki bara aða þangað sem að laun voru hæst þetta var að halda skikka á hlutunum. En farsóttir komu ekki til Grænlands? Það virðist ekki vera vegna þess að svartidauði gengur yfir 1404 en síðasta heimildin heimsókn til Grænlands er 1408 og þar er samfélagið ennþá ekki blóma þá þannig ennþá alveg fullum gangi og þannig að sú farsótt er ekki getað gert út af við þá og fyrir utan það að svartidauði hann drepur svo hratt að það er erfitt fyrir hann að komast langt. En ef að skipasiglingar eru svona stópular, af hverju ertu að segja að Grænland hafi verið í svona miklum tengslu við Evrópu? Ég held að Íslendingar voru alltaf að semja skipakomur, það var bara upp á líf og dauða að fá skipin. Já. Og því að þeir höfðu ekki skipakost. Nei. Grænlendingar höfðu ekki skipakost til þess að sigla til Evrópu. Þeir áttu einhver skip sem voru, en það var mikil verslun til Noregs sérstaklega með
umröfna rostnistennur og nákvæl og meira segja fálkar, þeir eru með hvíta fálkar sem þykja fallegri en okkar og eitt og annað en síðan árið 1261 þá verður Grænland hluti af Noregi og það á svona svipum forsendum að við þá að koma eitt skip á ári sem að við heldur lágmarkssamgöngum en gerir það aftur á verkum að það er erfiðara, að það eru færri skip sem fara á milli og síðan 100 árum seinna þegar Grænlandsskipið sekkur þá er það ekki endurnýjað en þá er svo sem allt komið í lágmarks bæði í Grænlandi og í Noregi einhver leyti. En þetta gerir það líka verkum að Íslendingar fá ekki að versla beint við Grænlendinga lögformlega. Þetta er rosalega mikið af sögum skip íslenskum skip sem rekur að Grænlandi og sjá sér ekki annan kost heldur en að versla við þá til þess að geta komið aftur, þannig að það virðist vera sem að verið stundar sem sagt ólögleg verslun milli Grænlands og Íslands. Það er það sem Íslendingar eru að sækja til Grænlands. Er það bara vara sem þeir síðan selja áfram? Eða? Já. Það eru alveg dæmi það, menn hafi verið strandaðir á Grænlandi og í staðinn fyrir að fara síðan beint aftur heim til Íslands þá faraði til Noregs til þess að selja góssið og síðan til Íslands og það sumir eru reyndar lögsóttir fyrir það í Noregi en það eru líka dæmi það að þeir séu nú bara skatlaðir og þetta séu svona lítið svolítið fram hjá þessu og þannig að frá og með þessum tíma sem náttúrulega sama tíma það fyrir að vera kaldara þá verður minni verslun og þá verðist vera talsvert svona harðar í ári á Grænlandi og þú séð að fólk verður að borða miklu meira sel heldur en kindakjöt og nautakjöt sem það örugglega hefði kosið. Þannig að stofninn þeirra minnkar. En hvað var það sem þið fluttu inn með þetta svona utanríkisviðskipti? Hvað flytja Grænlendingar inn? Já, sennilega flyttum timbur að einhverju leyti, þeir fluttu alveg örugglega inn í járn. Það var eitt svona stærsti gallinn hjá Grænlendingum, það var að þeir höfðu ekki járn og það er minja sem að fundist á hnífum, þeir eru allir alveg uppurir. Það eru sögur líka af skipum það sem að þeir voru með, sem voru ekki negld saman með járni, heldur bara með tré eða beini eða eitthvað og voru brothættari. Þannig að það eru svona nauðsynjar vín auðvitað en síðan náttúrulega má heldur ekki gleyma að það þarf skart, það þarf einhvern veginn að sína fram á hún sé yfirst í ett og það hún gerir það ekki öðruvísi heldur en hafa í kirkjumunni og svona. Þú leggur áherslu að það hafi verið meiri stéttaskipting á Grænlandi heldur í Íslandi? Ég veit hvort ég legg áherslu á það, en ég tek fram að það er mögulegt, það er alltaf sannlegt en ég held aðalega að þessi fjórþátta samtvinnið viðskipti sem eru fjóru hlutar, fólki í vestri byggð, það fór á sumrin til Norðursetu til að sækja þar rostungstennur og afurðir, sigldu sem það til vestri byggðar og seldu það síðan þaðan til eystri byggðar sem var miklu meira landbúnaðarsvæði og fengu landbúnaðarvörur á móti og síðan fólki á eystri byggð seldi tennunar og annað til Noregs, þannig að ef þessari keðju rofnar þá verður það miklu erfiðara fyrir allt samfélagið. En utanríkisviðskipti sem það sem kemur inn hljómar ekkert sem náttúrulega járnið er mikilvægt. Já. En skartið og svona, jú, það er svona eins og við komum til að segja nice to have, ekki must have. Já. og þegar ef að Grænlands siglingar detta af frá Noregi til Grænlands, þá ættu hinn viðskiptin að halda áfram nema það er engin ástæða til þess að fara í Norðursetu, því þar ertu bara að sækja útflutningsvöru. Hinn viðskiptin að halda áfram? Það er svo milli eystri og vestri byggðar. Já, en ef vestri byggðar er að selja rostungstennur til eystri byggðar og þeir selja þannig að og hinn vestri byggðar hafa menn kannski ekki aðeins rostungstennur lengur eftir því sem þeir mistu tökin á Norðursetu, hvort sem það var vegna veður eða vegna þess að Inúítar voru að koma inn á þeim tíma. En að niðurstaðan er alltaf svo að vestri byggð leggst af í kringum 1360 en eystri byggð tórir áfram mögulega 100 ári viðbót. Já, það sem var meira undirlendi og betur hæft til landbúnaðar. Já. En var alltaf versnað út af að svona lítil ísöld var að koma. Já. Og það er líka með innflutningu svona, það er ég tala um Minnik Rosing á Arctic Circle í haust og spurði hann út í þetta og hann sagði að fólki drafst bara á leiðindum. Það er
að það virðist vera sem að fólk hafi ekki soltið í hel vegna þess að það var alltaf aðgangur að selkjöti, þannig að fólk gat lífnært sig. En síðan spurningin hversu lengi samfélag tórir á því bara að lífnæra sig. Það Orri Vésteinsson segir að fornleifafræðingur segir að fram yfir 1300 þá gátu Grænlendingar kannski vonastlega að fara fram úr Íslendingum og njóta sambærilega lífskjara á Norðurlöndunum, en síðan þegar þetta ekki lengur hægt, það getur verið að bara fólk missi smá trú á samfélagið og svona. Einkenningin að Grænlendingar hafi dáið út vegna þess að þeim hafi skort aðlögunarhæfni. Þeir hefði ekki getað lært af innúdónum sem voru með tækni til þess að lifa af á þessum slóðum, svolítið að væri orðið kaldara. Já. Og innúdónum kom náttúrulega eftir að kólnaði, af því að þeir komu með sinn lífsmáta með kuldanum. Já. Þetta gefið hérna út og... Já, þetta svona skemmtileg dæmisaga. Það svo mesta metsölubók Endalok Grænlands sem hefur verið búin til, eða ekki? Þetta ekki hvað heitir hann, Jarrett? Já, Diamond. Ja, Diamond. Já. Jú, það nú líka mikill iðnaður í kringum það að andmæla honum svo sem. Að kannski eiginlega undarlegasta sem hann setur fram að menn hafi ekki borðað fisk, sem að hljóma nú eins og tilraun til sjálfsmorð. Ef við viljum meina það sé nú meira vegna þess að fiskbein hafa verið mulin síðan niður og endurnýtt og hafa bara ekki fundist mörg dæmi slíkt. Þetta er náttúrulega skemmtileg dæmisaga af því að sem byggir á einni flík sem er kallað Burgundarhötturinn, sem á að vera í fransk tíska frá fyrir hluta 15. aldar, að maður sér fyrir sér frændur okkar hríslast í Parísar tískunni drepast kulda frekar heldur en að það er svo unglingstúlkur og nælon sokkum út í kuldanum. Já, maður þarf nú ekki kannski og það er bara líka strákanaglindi, við klæðum okkur ekki alltaf eftir veðri þessa dagana, en og hitt er alveg náttúrulega hárrétt að Thule innauðunar höfðu miklu meiri aðlögunarhæfni og voru miklu byllisfagnar búna heldur en norræna fólkið og heldur en Dorset og aðrir innauðahópar. Já, voru náttúrulega búin að aðlagast þessum aðstæðum löngu áður, að þau byggu náttúrulega miklu norðar og þar sem var meiri kuldi. Já, og koma nánast með kuldanum að því það eru svona veiði að fyrir svo sakakfólk sem hafi verið áður þeir veitu seli með því bara að grípa það á ísnum, en þegar það var klirra þá var það verra fyrir þá að því að selurinn var ekki á ís, en Thule-fólki bjóðu yfir alls konar tækni til þess að veiða sel og meira sem gátu veitt hvali með skutul og flótholti. Það gerir ekki mikið úr þessu að þetta hefur verið skortur aðlögunarhæfni? Þeir náttúrulega, þeim tókst ekki aðlagast með sama hætti og innúturinn gerði. Það er örugt, og ef þeir hefðu lært meira að þeim komið sér betur við þá má alveg vel vera að þeir hefðu haft það, við veitum ekki alveg hver samskiptin voru. Það er alveg dæmi bæði samvinnu og átök í sögnum, en þessi Burgundarhöttur, það er nú búið að nýta svolítið mikið í hann, að þetta efnið sé fyrr og þetta sé ekki karlmannshattur, þetta kvenmannshattur, og þetta sé raunverulega verið að stæla íslenska tísku frá því 100 áður fyrr sem er síðan bara búið að lappa upp á, því að það er erfitt að tímasetja það, því að fátæku samfélagi þá eru menn alltaf að lappa upp á hlutina, þannig að þessi hugmyndum að menn hafi verið alveg í nýjustu tísku fram á síðasta dag, hún kannski gengur ekki alveg upp. En það er margt hérna á Huldu og sem að maður gæti talið að ætti að vera meiri heimildir eins og til dæmis hvernig þessi Grænlendingar og Inútarnir klassa saman, getur við sagt. Já. Að það eru til sagnir meðal Inúta það. Já. En það er ekki til neinar svona miklar heimildir það, og annað er að ef að fólk er að deyja úr leiðindum var fólk ekki yfir ritmáli, þannig að maður myndi halda að það væri kannski nokkuð bréf, einhverja stynja úr leiðendum á bréf, en það er ekki hægt að finna svona, það er engin frásögn innan úr samfélaginu sem að þeir sem að koma svo að hinnum dauðu sem að dóu leiðendum, að það ætti að vera einhverjar minjar leiðendin. Já. Það er enda svolítið tískaðan að menn síðasta andardrátturum þá skrifa menn einhver eina setningu, sko. En það er þetta merkileg spurning, og kannski líka, ef það var síðasta setningu, okkur
hvað var það grænlenskri ritmenningu? Það heimildina sem við höfum eru nánast allar íslenskar, bæði Anna og Lara, því að menn dokumenturuðu allt og og náttúrulega sögur eins og Eiríksaga rauða og grænlendinga þáttir og fleira. Já, ég þessar sko annað vandamál við átakakenninguna átökunum náttúrulega hvað hún hefur verið notuð og misnotuð að þegar að Hans Egde norskur prestur kemur á vegum Danakonungs árið 1721 fyrst og fremst þess að frelsa norrænu grænlendinga sem eru annarkvort fastir í svartasta pápisma eða bara búin að yfirgefa kristna trú yfir höfuð að því menn telja. Hann kemur til Grænlands fyrst og fremst til þess að finna þá, þeir finnast ekki en hann tórir áfram og kemur þetta með bólusótt með sér sem að dreipur marga á en stofnar þessa nýlendu Gotthóp sem að enn í dag höfuðstaður grænlendinga og tilkall Dana til að ráða yfir Grænlandi byggir öllu leyti á því að norrænu grænlendingarnir gengu Noregskonungi á hönd 1261 og síðan þegar Noregur gengu Danakonungi á hönd þá eru þeir partir á Danaveldi. Þó þeir hafa ekki verið til í einhverja 2-3 aldir. Já, en það var endur ekki vitað þannig, menn held að þau myndu kannski finnast á endanum og þá... Og þeir féll ekki frá kröfunni þegar kom í ljós að þeir voru ekki hérna. Nei. Auðvitað ekki, en þá þvert á móti hentar vel að segja Inúítarnir drápu þá og þá gefur við svona ákveð mórals tilkall sko við vorum hér við eigum Grænlandi Ekki alvitlaus kenning að þetta hefur gerst í vænkisögunni að það kemur ykkur hópur sem að ríður að öðrum hópi burtu Já, og maður skyldi svona passa sig sko í báðar áttir að vera ekki að taka undir einhverja 18. og 19. aldar nýlendu kenningar Dana en ekki heldur að segja sko Inúítar eru sér einhvern veginn öðruvísi heldur en annað fólk og séu þeir eru reyndar alltaf jafna með friðsamir en það eru alveg dæmi það að þeir hefni sín ef að mjög gengið á þeirra hlut eins og dæmi það áður en að Danir kom aftur þá voru skipaselja og þeir stálusnuðu fólki til að taka með og síðan ef að sama skip kom aftur og einhverju þekktu hverjir hafa stólið þá voru þeir bara dregnir sko svo eins og náttúrulega mannlegt eðlið að vilja herna þegar einhver gerir á mann hlut sko þannig að það er mjög ósennilegt að Inúítar hafi komið og kannski útrýmt byggð í fullum blóma en það er ekki óhugsandi að það hafi orðið átök þegar byggðum hvort þetta ekki til líkingu við þegar hvíti maður kemur til Norður-Ameríku og útrýmir frumbyggjum Nei, sem að reyndar að byrja á sama tíma sem áhugavert, en nei, þetta er ekki þetta er einn möguleik en það flækir svolítið að sko að þegar að Hans Egede kemur þá hann að leita svona sögum og svolítið kannski að finna það sem hann vill mögulega og eitthvað sem átakasögum mögulega á milli sko Dorset og Thule sem að hann síðan yfirfærir. Það eru til einhverjar sagnir hjá Inúítum átök Já. Og þetta ekkert svo langt í burtu, þetta svona, kannski aðeins lengra heldur en frá ritunartími Íslendingasagna og atburðina sem hefur verið að lýsa en það eru dæmi að einhver svona þekking erfist á milli kynslóða og hefur ekki trú á því að þessar sögur frá Inúítunum séu einhver leyti einhver fótu fyrir þeim átök á milli Jú, ég held að það hljóti nú að vera einhver fótur fyrir því. Það er spurning bara hversu mikið það var, hvort að þetta hafi gert út af við á ekki. Það er meira sem í íslenskum annálum talað einhverja bardaga, þannig að já, þetta er svona álíka langur tími kannski á milli viðbröðsleika og ritunartíma þeirra en það það eru einhver dæmi verslun á milli líka ein kenningi sem var náttúrulega lengi viðhöfð og sem að Fridtjof Nansen og Hans Egede sjálfur tóku undir eða voru að leita dæmum það var að þessir hópar hefur unnið saman það er að segja að norrænu menn eru horfið inn í samfélagi Inúíta og voru að finna einhverju ljóslitir Inúíta en með nútíma DNA-tækni þá virðist verið að staðfesta að svo var ekki Nei, bara alls ekki Nei, það er engin dæmi
slíkt. Norrænt blóð í nútíma grænlendingum. Ekki nema bara það sem kemur síðan seinna. Seinna, Dönum. Jú. Þannig að þá náttúrulega heldur maður að spyrja, sko, ef að þessir hópar reyndir að koma þarna niður vesturströndina á svipum tíma og Norðmennir láta undan, einhver viðskipti á sér stað en engin blóðblöndun, þannig að svona, þetta er allavega, það bendur ekki til mikil samgangs. En ein kenning sem hefur verið lífseg að þarna hafi komið sjóræningjar og rænt fólkinu. Já. Einhvern staðar las ég að hefur verið flutt, held ég bara, hvort það var ekki til Kanaríeyju eða eitthvað, var það ekki eitthvað svona kenninga að það hefði mátt finna grænlendingarna eitthvað þar annars þar? Talandi svona óbyggðar eyjar sem voru óbyggðar á landnámstíma Íslands. Já, þetta er náttúrulega klárlega svona skemmtilegasta pælingin, þetta er svona happy ending, sko, að frændur okkur endur bara með að tana á tenni fyrir ykkur heldur en að frjósa á Grænlandi. Ég held að það sé að slá saman, sko, það fundist á Asoreyjum kol og kindaskítur og annað frá sem bendir til að norrænir menn hafi verið þar. Og reynt búsetu, við erum með búfénað. Já, en þeir eru eins og horfnir þegar Portúgalur komið þangað á 15. öld sem er svipað tími og þetta er. Þannig að, já, reynd með að sjá tengingu þar á milli, þó að það sé vissulega áhugavert í sjálfu sér að norrænir menn sama fólkið. Já, þeir eru alltaf komið frá Grænlandi, þetta er samilur. Það getur verið norrænir menn, en það er ekki þar með satt að það komið frá Grænlandi. Nei, það er líka fyrir þannig þeir hafa sennilega komið bara þá frá Danmörku og Nóri eins og aðrir, sko. En maður velti fyrir sér hvað svona menn voru að setjast á Íslandi og Grænlandi en ekki á Asoreyjum eða þeir. Það er margir bölvað Ingólfur Arnarsinni fyrir þetta. Já. Það var siglt norður. Já, við hefum bara getað að fara til tennis núna. Já, sleppt þessum 1000 árum milli. Við höfum haft skipakostið til þess. En þetta með að, og það er kannski ástæðan fyrir að menn koma með þá kenningu að fólkinu hafi verið rænt. Að það vantar eiginlega leifarnar af endalokunum. Já. Það er jafnvel þá stóra myndin sé til dæmis skýr og það voru kaldara, það voru minni samskipti og voru harðnaði árið. Það útskýrir ekki hvernig samfélagið raunverulega hverfur. Nei, það kemur bara svona punktur í svona þegar það fyrir að líða að niðurlaginu, en það vantar eiginlega niðurlagið. Já, það er 1408, þá er brúðkauphaldi í Hvalseyðiskirkju og þá er samfélagið ennþá svona, já, ennþá alltaf gangandi og síðan bara spyrst ekki til þeirra framar. Og já, þessi sjónarkenning, hún er svolítið vinsæl, bók sem heitir The Greenlanders, Vilborg Davíðsdóttir skrifaði skáldsögu 20 árum í Hrafninn sem hún notast við þetta. Og þetta er náttúrulega svolítið snyrtilegu endalok, bara allir eru rændir og ekki öllum er rænt. Og ekki óhugsandi, þetta er kallað enska öldin á Íslandi vegna þess að Breta voru sigla út allt og versla og ræna og gera ýmislegt. Það er ekki vitað þegar hafi farið svona langt, en það má vel vera. En það er nefnilega ein áhugaverð saga sem að sonur hans Eyti skráði sem segir frá því að Inúítar hafi komið til byggða vilja búa meðal norrænna fólks, ekki mikið leyfi til þess en búið rétt fyrir utan og síðan hafi skip komið, erlent skip sem er reynd að taka fram að sé enskt, ráðist á byggðina og svona hefur hundið en síðan kemur það aftur og það er þessu örfáu sem eru 5 konur eða eitthvað sem fá eftirlifendur af byggðinni fara með þá Inúítum og giftast þeim, en það er þessum konum tekst að flýja en öðrum er rænt. Já. Eða drefnir. Já, og vantarlega allan einhverjum rænt, en ekki fundist náttúrulega neinn DNA dæmum þetta hjá Inúítum né heldur á Englandi eða hvers sem að fara með fólki. Það er ekki óhugsandi að það gerist að þetta muni einhvern tíma finnast, en það er bara einfaldlega ómögulegt að segja af eða á þetta. Þetta er svona algjör endapunktur þar sem allt bara... En ef að byggðin hefur svona fjarað út, ættu við þá ekki að hafa eitthvað annað en þetta brúðkaup sem svona síðustu fréttinnar? Ætti ekki, ég meina, var fólk ekki jarðað? Jú. Mætti ekki grafa upp fólk og mæla það hvernig það var til og hvað það borðaði og hvort það borðaði fisk eða ekki og er ekki allt hægt í dag? Við finnum engar leifar af... Nei, það er reyndar með því að fólki jarðað ofan okkur og það er okkur óvilji til þess að fara og grafa sig í gegnum nýri líkin en það virðist ekki verið sem að það hafi svolítið í hel en það var alltaf nóg til á sel en það sem ég er að velta fyrir mér er að
ef að það fyrir smá saman meira kólnandi þá aðlagast fólk því einhverju leyti en að virðist hafa verið eldgos einhvers staðar árið 1452 sem að leiddi til snöggkólnunar á Íslandi og á Grænlandi. Og hver var eldgosið? Það er nefnilega ekki alveg vitað. Það var mögulega einhvers í Indónesíu einhvers staðar á Suðurhveli en það er vitað að það varð og það hafði gríðarlega áhrif á veðurfarið. Eins og reyndar fyrri eldgosið haft sem að leiddu sennilega til Íslanda. Þannig að við myndum einhver samfélag sem er í mikilli hnignun og allt er erfiðara og verra og síðan kemur eitthvað áfall og það verður miklu verra allt í einu. Já, kemur allt í einu, það vorar mánuðir seinna en í fyrra og þetta gerist í 3 ár í röð. Það getur verið nóg til þess að kippa bara öllum stóðum undan samfélaginu. Já, það var nú talað um bara 1816 hafi verið árið án sumars, við veitum að móðuharðindin hefði áhrif við heim og svona og allt þetta eldgosum, en þannig að þá getur verið kannski að komast það sér nálagt. Það útskýrir svo sem ekki alveg laðist fólk bara niður til að deyja hvert fyrir sig. Mér finnst ekkert ósennilegt að þeir hafi kannski reynt að smíða sér einhvers konar örk og sigla í burtu. Og sokkið í hafi. Og sokkið í hafi, því að ef þeir hefðu komist til Íslands þá myndum við vita því. Og ef þeir hefðu komist til Kanada, þannig reyndar kenningar um það að þeir hafi blandast ættbálki þar sem sjálfur dóu bólusótt á 19. öld sem að svona klára það. En það má vera að einhvers konar rannsóknir framtíðarnar, við getum skannað allan sjávarborðin og finnum við á einhvers staðar á við strendur Íslands á hafsbotni. Já, en er það eitthvað svo ólíklegt að ef að þeim hefur tekist að komast til yfir til Ameríku að þeir hafi runnið saman við aðra þjóðir? Það er annað eins sem við gerst og þetta er náttúrulega, þannig er þetta orðið, þú veit að með kenninguna að þetta sé orðið svo veik byggt samfélag að það ræður ekki við að halda utan eigin sögu og ritmál og er þar munandi auðvelt fyrir það að hverfa inn í aðra meiningu. Já, það hefur verið tekið á mótum. Það er ekki útilokað, en það er eiginlega útilokað að það hefur gerst á Grænlandi sjálfu vegna þess að en ef við komist til burt á örkinni þinni. En ef við komist til Kanada þá það hefur bara ekki fundist ennþá en það tekur lengri tíma held ég að leita allir þar en hafi það gerst þá ætti að vera að sanna það bara með DNA-prófum nema að sá ættbálkur hafi síðar dáið út sem er ekki ólíklegt því að náttúrulega mikla farsóttir sem að Evrópumenn komu með sér og ýmislegt annað. En það er í þessu, þú getur búið til einhverja kenningu og það er ekki hægt að afsanna hana en hún er ekki þar með sönn. Nei, það er það eina sem við vitum fyrir víst, það er eins og ég segi stóra myndin og hún líka er mjög áhugaverð fyrir okkur í dag sem við erum að takast á við loftslagsbreytingar og svona hvernig fólk aðlagast og hvort og síðan svona því fólk er náttúrulega upptekið líka svolítið mikið á dómsdagsspám og svona bara hvernig samfélag deyr. Það er náttúrulega til fjöldamörg dæmi samfélag sem hverfa í sögunni mínóska menningin og krít og ótal menningar í mikið talað í íslenskri pólitík í dag endalok vestrænnar menningar. Já. það fólk ætti að hafa sérstaklega á þessu. Já, ég held að við ættum nú kannski meira að huga loftslagsbreytingum ef við ætlum að reyna að velta fyrir okkur örlögum grænlendinganna en norrænu. Má ég aðeins spyrja það því að það er brúðkaupið 1408. Jú. Svo er engar heimildir sem hægt er að tímasetja. Nei. Ef að þú kastar fram að þetta hafi bara fjarað út í kuldatíð og Já, og snögglunar lúta. Já, sem við þekkjum það í heiðabílunum að ef það vorar seint að þá drefst beljan af því að það bara þú hefur ekki hey til að gefa henni þannig að þú missir þá mjólkina og þannig að þetta getur hrörnað þá mjög hratt á eftir þetta hangir á bláþræði svona kotungsbúskapur þar sem þú ert kannski með eina belju og 15 rollur og reynir svo að lifa á fiski og sel og einhverju svona, það má ekkert út að bregða þetta er svona eins og samanir lifðu í Norður-Noregi og okkur lera og Íslendingar kannski fjallar sjálft að fólk þetta, hvað er erfitt að lifa við þessi skilyrði. Jú, en hann tóriði. Já, en þú nefnir að mögulega hafðu getað búið til eitthvað fley. Voru skip þarna að einhverju ráði eða á þessu tíma? Já, það er
Sko, við veitum ekki hversu lengi það var, eða hvort 1347 er talað að Marklandsskip hafi komið til Íslands, sem grænlandsskip sem siglt til Kanada. Og það nefndi hann alveg með þykir ekki til stórtíðinda og það þetta talsvert fyrir sko 1180 með skip sem sett saman. Þannig en það að skipið hafi sokkið kannski ekki endilega til marks líka að það hafi verið vel smíðað, ef við gefum okkur það sko. En já, hvort menn hafa kunnað að smíða góð skipið ekki, þá náttúrulega menn geta grein fyrir skipið, menn það ef þeir hafa geta fundið viðinn og svo framvegis. Ég spurði hvort að þú hefði list srautina og þú sagði já. Og það heyrist mér að sé gerð með þessum hætti að það að Inútar hafi eitt byggðinni, það ólíklegt. Já. Það að sjóræningjar hafi stolið fólkinu, það líka ólíklegt. Og þú bara lappar og eftir situr að miða við aðstæðna sem að voru, kólnandi veðurfar og fleira sem vitað, að þá má gera ráð fyrir því að byggðin eftir að rofnuðu viðskiptatengsl við Evrópu hafi verið það veik að á endanum myndi hún bara fjara út. Já. Hún hafði ekki í sér endurnýjun og kraft. Já, og eftir kannski mikil harðindir af fólk sem á að gefast upp, þá kemur einhver snögghólunum og þá bara endanlega leggst fólk niður. En það reynda til ein saga í viðbót úr íslensku annál frá sko 1540 að þá kemur íslensk skip til Grænlands og þeir finna mann með andlitið ofan í sjó, látin, sem með rautt skegg, sem svona skemmtileg vísun í upphafsmanninn, en í fötum sem sko með evrópskri hettu en selskynni, sem blanda af evrópskum og innúskum klæðaburði. Ef þessi saga sönn, þá þetta kannski síðasti grænlendingurinn sem að bendi til þess að kannski einhver örfáir hafi lifað af, ekki varla sem samfélag heldur bara einhverjur örfábændur í 100 ári í viðbót sem hafa þá lært af Inútum og reynda kemur fram að það eru byggðir sem að þeir halda sig undan, sem að þeir hafa þá jafnvel lifað einhvers konar á jaðri Inúítabyggða, svona hálfkjörnum felum og lært á sem að í svona sníkju lífi af þeim. Já, þá hefur svona kannski snúist við þessi saga sem við fáum til þegar Inúítabyggðu byggu á jaðri Norrænubyggðarinnar. Þannig að já, ég held að byggðin hafi lagst af sennilega út af loftslagsáhrifum, en nákvæmlega hvað var það þeim síðustu, það möguleiki sem náttúrulega þannig að þeir hafa mögulega sokkið eða þá að þeir hafi bara einhverju örfái tórað áfram þannig að engin var eftir og hvort geta komist í burtu aðlagast eða blandast Inúítum. Þetta Íslandssaga? Að einhverju leyti, já. Ég held að sko allar sögur sem sagðar alltaf sögur þjóða en það náttúrulega alltaf gerast í einu og það náttúrulega áhugavert hvað það eru margar samsvaranir Grænland kristnast árið 1000 á sama tíma á Ísland, segir sagan, bendir þess að Noregskonungur hefði gríðarleg áhrif á báðum þessum löndum. Grænland gengur undir Noregs hönd 1261, Íslendingar 1262 og það líka til kenningar það að það hefði verið eldgos, að það hefði kólnað svo mikið að bæði Íslendingar og Grænlendingar hafa séð þann kost bestan að gangast undir Noregskonung til að hafa allan eitthvað öryggi. Og kannski má líka segja þessa sögu bara sem sögu loftslags, að fólk fer á sér eyjar þegar það hlýtt og síðan kólnar þá harðnari ári en við lifum af en ekki Grænlendingar. Og síðan verður að vera hlýra aftur á 19. Svo kannski Íslandssagan ekki alveg til þarna, að við tilheyrum bara sögu norrænna manna sem frá Grænlandi og meðal annars til Bjarmalanda sem að þú hefur verið að fjallum. Já. Það er náttúrulega miklu stærri svona menningarheimur sem að Ísland tilheyrði á sínum tíma og við tilheyrum náttúrulega ennþá. Já. En okkur hættir oft til þess að skoða hreppsögun okkar eina og sér. Já. Og þannig hefur þetta sagnarritum verið meira um 200 ára. Þetta allt sögur þjóða en þetta náttúrulega en allt gerist í einu og allt hefur áhrif á hvort annað. En það merkilegt að þessi menningarheimur náði sjálfur sér frá Grænlandi til Kænugars, til Svartahafs fram yfir kannski svona 1300. Það hafði mikil áhrif á sögu Englands og inn í Frakkland og hefði áhrif í það.
Já, og Sikiley og norðanverðu Spáni og spiluðu mikla rullu í krossferðunum sem eru náttúrulega bara víkingaferðir sem eru undir öðru vörumerki. Já, og sérstaklega við Eystrarsalt, þar sem að menn bara, skiptum vörumerki og kölluðu að því það voru líka krossferðir farnar sko Eystrarsalt þegar menn voru að leggja undir Finnland og Eystrarsaltslöndin sem í dag eru. En ég skrifaði nú bókum Norðurlandasögu á ensku sem heitir What if Vikings had conquered the world? Ef þið farið við Staffurðubrú árið 1066 þá við Haraldur Harðaði orðið konungur Englands og það sérfræðið þín að skrifa hvað ef sögur? Nei, það er nú meira svona hlíðarbúgrið sko. En hvað ef að hennar norræna byggðin hefði lifað? Það er bara lítið breyst eða eitthvað? Já, þú náttúrulega þá hefðu þeir sennilega orðið bara svolítið eins og Íslendingar en þeir hefðu þá fundist aftur, samskiptin hefðu ekki rofnað og þeir hefðu orðið bara hluti af nýlendu veldi Dana í Grænlandi. Já, og hvernig hver veit nema þeir hefðu þá líka orðið sjálfstæður svipuðum tíma en þá er spurning hvernig á þeim nýlendu tíma hvernig Inúítunum hefði reitt af ef að það hefði líka verið hópur norrannamanna þarna sem hefði ekki kannski mögulega stoppað á suðurför þeirra. Já, og síðan þegar við gefum okkur að landið hefði lent undir Danmörku samt, þá getur náttúrulega vel verið að þeir hefði nýtt tækifæri til þess að koma valdi sínu yfir Inúítana sem að þannig ég veit ekki hvort það hefði orðið þeim til haps. Þetta er þú hefur líklega verið að skrifa þetta því að þetta er svona ráðgáta og þetta er skemmtilegt. Já. Svo hefur við verið að tala við fólk þetta. Hefur þið komið á óvart hvað það lifi lengi í svona áhuga Íslendinga á þessari ráðgátu? Já, mér er bara skrítið að ekki allir að tala þetta alltaf sko. Jú, fólk verður mjög fljótt áhugasamt en þetta er náttúrulega, þetta samfélag stendur í 500 ár. Það er náttúrulega óðbóðslegu tími. Það er jafn lengi og og ákomendur Evrópumanna hafa búið í Norður-Ameríku nánast. Þannig að þetta er ekki bara einhver svona verslunarstöð sem leggst af eftir illa ára. Þetta er alveg heilt samfélag og heilt siðmenning sem er til mjög lengi og fólk ég held að fólk sé meðvitað þetta en ég held að samt að sé ekki nóg meðvitað ráðgátuna. Hvað þetta er umhverjulega áhugaverð spurning. Og fólk líka á Grænlandi þó þetta sé náttúrulega ekki þeirra forfeður en þetta er partur á sögu Grænlands ef maður heitir svona grúskara þar og þá var menn líka mikinn áhuga. Já, áhuga þar? Já. Það er nú ekki alltaf þannig að það er til dæmis frægt að hvað Írar hafa lítinn áhuga á víkingatímanum og áhrifum víkinga á Írland. Það er bara rétt undanfarna áratugir sem það er verið að mátt vera að ræða það. Er það ekki þannig að í Grænlandi að þetta er svona tími sem að við, grænlendingar nútímans, að þetta er okkar saga, okkar lands. Já. Og þetta er svona einhver aukakafli sem að trufla bara þessu? Ég sumum finnst reyndar, ég tala um einhverju sem fannst sko svolítið mikið gert úr þessu miðað við bara sögu Inúíta sem lítið er vitað vegna þess að það er ekki ritaðar heimildir, það er einhver fornleifar, þannig að menn eru eða miklu púðri kannski að rannsaka þetta miðað við. En fornminjar eru þarna, það er náttúrulega eitt. En það sem kannski gerir þetta líka svolítið áhugavert fyrir grænlendingum er það að við hugsum grænlendinga sem fórnarlömb og nýlendu kúgun Dana en þessi saga sýnir raunverulega grænlendinga sem sigurvegara sögunar. Þeir eru þeir sem höfðu þetta af þannig að það er líka ákveð stolt sem fylgir því að geta bent á að þannig að Evrópubúar þeim tókst ekki að lifa af þessu landi en okkur tókst það. Þeir reynduð en ykkur mistókst. Jú. Valur, gaman að fá þig að tala þessa miklu ráðgátu. Bókin heitir Grænland og fólki sem hvarf. En við ætlum að fara frá Grænlandi og fara að eitthvað allt annað, að leita að einhverju skilningi á þessum furðulega heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is